Komið öll blessuð og sæl og ég ætla að fá að byrja á því að þakka Kötu og börnunum fyrir ánægjulega stund. Mættu vera fleiri svona hjá okkur. Og mér langar líka til þess að fá að þakka konunum öllum fyrir það að búa okkur veisluborð eftir skírnina sem var daginn. Það var ótrúlega glæsilegt í alla staði og mikil vinna þar að baki og við þökkum kærlega fyrir. En ég held ég sé ekki með fjarstýringuna, getur það verið? Hún hefur kannski skroppið eitthvað. Jú, þarna er hún. Það er bara ég sem sé illa. Ég hef verið beðinn að flytja efni Jesúm Krist eins og hann er kynntur í Nýja testamentinu og sérstaklega í ritum Jóhannesar postula. Og þá fyrst og fremst sem sá Guð sem hann var áður en hann gerðist maður. En ég er með vers sem að mér finnst skipta miklu máli. Því að það segir okkur að fyrir trú, í 3. versunum, fyrir trú skiljum vér. Þannig er að það er margt sem við mennirnir skiljum ekki. Og við þurfum þessna bara að reiða okkur á Guð og taka hann á orðinu. Og gera það sem hann segir að því sem að við skiljum. Og eitt af því sem að við eigum mjög erfitt með að skilja er mikilleiki Guðs. Að hann skuli vera frá eilífð og til eilífðar, að hann var til áður en allur stjörnuheimurinn sem er gríðarlega stór var til, þá var Guð þar og löngu fyrir þann tíma. Þetta eru hugtök sem við ráðum ekki við, en af því að við treystum Guði, að þá getum við sagt að við skiljum þetta fyrir trú. Og það er hér annað vers sem að skiptir geysilega miklu máli. Sjá, ég fæ þetta ekki til þess að virka. Jú, þetta vers þurfum við að hafa í huga þegar að við lesum Biblíuna. Vitið það umfram allt að enginn þýðir eða skilur neitt spádóm eða neitt af því sem í ritningunni stendur af sjálfum sér. Því að aldrei var nokkur spádómur borinn fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði, knúðir af heilögum anda. Sem sagt, það þýðir ekkert að fara í einhvern háskóla og setjast við fætur guðfræði prófessors og halda að hann geti útskýrt allt fyrir okkur sem í Biblíunni stendur. Það er heilagur andi sem getur gert það og sé prófessorinn leiddur af andanum, þá mun kennslan vera góð.
Við mennirnir eigum mjög erfitt með að sætta okkur við að okkar skynsemi, að okkar greind skuli ekki ráða við alla hluti. En það nú einu sinni þannig að við erum fallnar verur sem þurfum á Guðs anda að halda ef við höfum áhuga fyrir að skilja ritninguna. Og hér segir því að það eins og heilagur andi segir, ef þér heyri raust hans, það segir heilags anda í dag, þá forherðið ekki hjörtu yðar, eins og þeir sem að fóru út á Egyptalandi og eyðimörkina inn í hið fyrirreitna land. Því að þeir efuðust Guð og lentu í alls konar vandræðum. Og ég veit ekki af hverju ég svo mikið klaufi við að takið eftir því hérna að það heilagur andi sem að getur skráð boðorðin 10 á hjörtu okkar. Það segir í Biblíunni að hann hafi upphaflega skráð boðorðin 10 á 2 steintöflur, en við sköpun þá skrifaði heilagur andi boðorðin 10 á hjarta mannsins og þannig varð maðurinn lifandi sköpun. Og við fallið þá hverfur hæfileiki mannsins við það að halda boðorðin 10. En vegna fyrirgefningar Jesú Krists þá höfum við aðgang að heilögum anda sem að vill skrifa þessi boðorð á hjörtu okkar. Það eru mörgum sem finnst boðorðin mjög jákvæð, að stela ekki og ljúga ekki og drepa ekki. En Páll postuli segir ef að Guðs andi fær ekki að hjálpa okkur, þá munum við ekki gera það góða sem við viljum og við munum því miður gera það vonda sem við raun og veru ekki viljum. Þannig að andi Guðs skiptir okkur gríðarlega miklu máli ef við viljum lifa kristnu lífi. Og svo kemur hérna dálítið kannski hörð yfirlýsing að á hinum síðustu tímum segir andinn berlega, þá munu margir ganga af trúnni og gefa sig af lærdómum illra anda. Þetta svolítið alvarleg orð. En andinn, hann vill, eins og segir í Kólossarbréfi, gefa okkur kærleika slík að við getum elskað hvert annað. Og andinn vill gefa okkur einingu, þar sem að kærleikurinn band friðarins og okkur líður vel. Þá ætlum við að líta aðeins hérna á nokkur vers sem segja okkur frá heilagri þrenningu. Jesús segir sjálfur í Mattheus 28 að við eigum að skýra í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda. Og hér gríðarlega falleg kveðja í 2. Korinthubréfi sem oft notuð frá ræðustóli í lok guðsþjónustu. Náðin Drottins Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag Heilags Anda sé með yður öllum. Og í Hebreabréfinu segir: hve miklu fremur mun þá blóð Krists hreinsa samvisku vora frá dauðum verkum til að þjóna Guði lifanda. Þar sem Kristur fyrir eilífan anda bar fram sjálfan sig sem lýtalausa fórn fyrir Guði. Það heilagur andi sem að gerði það verkum
að getnaður átti sér stað og María fæddi son. Og þessi heilagi andi, hann var með Jesú alveg frá fæðingu, já, til dauða á krossi. Og í Pétursbréfi segir að þessi andi hafi vakið Jesú upp frá dauðum. Og í Ábyrgðarbókinni stendur að þessi andi muni fylgja Jesú alla ævi, það er að segja alla eilífð. Þannig að heilagur andi, hann skiptir gríðarlega miklu máli í allri Biblíunni. Og hér er vers sem er að finna í 1. Jóhannesar bréfi. Þar segir því að 3 eru þeir sem vitna á himnum, Faðirinn, Orðið og heilagur andi. Og þessir 3 eru eitt, af því að þeir eru kærleikur og þeir eru aldrei ósammála hvor öðrum og þeir vinna saman eins og einn hugur og einn sál. En þetta eru 3 persónur sem að í einingu kærleikans vinna fyrir okkur mennina. Og ég veit ekki ef þú lest svolítið í grísku. Hér stendur í gríska testamentinu að Faðirinn, Pater, Orðið, Logos og Hagion Pneuma, heilagur andi, að þessir 3 preis séu eitt. Það er að segja eitt í hugsun, eitt í framkvæmd, eitt í kærleika og svo framvegis. En þá komum við að textanum sem að Nonni las áðan. Í upphafi var orðið. Allt sem hefur upphaf, það er skapað. Og það sem segir hér í þessum texta er að áður en nokkuð átti sér upphaf var orðið til. Það er að segja orðið Jesús Kristur var til áður en nokkuð var skapað af því sem skapað hefur verið. Svo stendur hérna að orðið var hjá Guði. Og gríska orðið sem notað er, það sem við þýtt með orðinu hjá Guði, er að hann var við hlið hans sem jafningi. Og ef ég myndi segja við Kitta, komdu hérna og startu hjá mér, þá myndi Kitta ekki verða hluti af mér eða ég hluti af honum. Við varum 2 sjálfstæðir persónuleikar, en hann myndi standa mér við hlið eða ég honum við hlið sem jafningi. Það er það sem textin er að segja okkur. Og það kemur örlítið betur fram í grískunni því að hún er dálítið svona nákvæm í sumu. Og svo stendur að orðið var Guð. Og í frumtextanum, eins og er þýtt á íslensku, að þá er orðið með ákveðnum greini sem þýðir að orðið Guð er sagnfylling sem að segir okkur hvað orðið var. Það er að segja orðið var Guð í æðstu merkingu orðsins Guð. Þannig að ef við leyfum bara ritningunni að tjá sig, að þá eru niðurstöðurnar nokkuð öruggar. Og takt eftir því að þetta er 3 eða endurtekið 3 sinnum. Í upphafi var orðið á undan allri sköpun og orðið var hjá Guði sem jafningi og orðið var Guð í æðstu merkingu þess orðs. Og hér er eitt versi viðbót
Hér dregur Jóhannes saman í öðru versi að Jesús hafi verið áður en að nokkuð upphaf var til, þá var hann hjá Guði við hlið hans sem jafningi. Allir hlutir urðu fyrir hann til og án hans var ekki neitt sem til er. Og taktu svo eftir næstu setningu. Í honum var líf. Það er að segja, Jesús bjó yfir lífinu. Hann fékk það ekki að láni, hvorki frá Föður né heilugum anda. Hann átti lífið í sjálfum sér. Og hann gat lagt það niður ef hann vildi og tekið það aftur ef hann vildi. Og þetta er náttúrulega eitthvað sem að við sem dauðlegar verur kannski eigum erfitt með að skilja. En þetta er sagt Jesús, að hann bjó yfir uppruna lífsins og er þess vegna eilífur. Hann er líka ljós sem skín í myrkri, en myrkri sem hvílir yfir okkur mönnunum, það er að segja vanþekking okkar, að hún tók ekki við þessu ljósi. Af því að við vitum betur en Biblían. Páll segir okkur að Grikkirnir með sína heimspeki töldu Biblíuna heimska. Og Páll segir að gyðingarnir hneyksluðust yfir því sem stóð í Biblíunni. Hérna sjáum við orðið Jahve, en það er orð sem er notað yfir 6.000 sinnum í Gamla testamentinu. Og það kemur af orðinu að vera og jafnvel af orðinu að lifa. Þannig að Jahve, hann er frá eilífð til eilífðar. Hann hefur alltaf verið til sem sjálfstæð persóna og í honum er uppspretta lífsins. Hérna er Jesús búinn að lækna manninn við Betesdalaugina og farisæarnir vilja fá að vita hver hafi læknað hann og hann veit það ekki. Og síðan er það að þeir komast að því að það hafi verið Jesús. Og þá segir í versinu, nú sóttu gyðingar enn fastar að taka Jesú af lífi. Þar sem hann braut ekki aðeins hvíldardagshelgina, heldur kallaði líka Guð sinn eigin föður. Og taktu eftir hvernig þeir skildu það. Hann gjörði sjálfan sig þannig Guði jafnan. Og út í þetta reiddust farisæarnir, fræðimennirnir, sadúkearnir, og þegar að þeir ákærðu Jesú án að hann var krossfestur, þá var þetta eina ákæran sem að þeir gátu komið fram með á hendur Jesú, að hann gerði sjálfan sig að jafningja Guðs. Þú þekkir örugglega orðið Míkael. Pabbi var Míkaels son. Ég veit ekki hvort hann skildi merkingu orðsins, en orðið Míkael þýðir jafningi Guðs. Og í Biblíunni er það Jesús Kristus sem heitir Míkael, hinn mikli verndar boðberi Guðdómsins. Og hann er jafningi Guðs. Og þá er það seinna versi sem að Nonni las fyrir okkur. Og þetta vers, það gerði út af við grísku heimspekina.
Því að Logos í þeirra augum var andi, ópersónulegur, óáþreifanlegur og nokkurs konar orka sem knúði allt líf í plöntum, öllu sem til er. Og Grikkinn í sinni heimspeki, hann hataði efnið og það að vera úr efni en ekki bara andi, það var bölvun fyrir Grikkjana. En hér segir Jesús að hann verður að efni, það er að segja, hann verður hold, hann verður maður og hann býr með oss fullur náðar og sannleika. Það er að segja, fylltur af heilugum anda og sannleika boðar honum 10. Jesús skrökvaði aldrei, hann hataði aldrei og hann elskaði alla sem vildu þiggja hans kærleika. Og Kólossabréfið segir okkur að þó að Jesús hafi orðið maður, þá bjó fylling guðdómsins í honum líkamlega. Og í Jesaja þá er sagt í 11. versinu, neðsta versið, ég er, ego eimi, ég er Drottinn, Jehóva, og engin frelsari er til nema ég. Hér er það að Jesús kallar sjálfan sig fyrir Jave eða Jehóva og að hann sé frelsari og að það sé ekki til neinn annar frelsari en hann. Enda var það hann sem gaf líf sitt í sölurnar okkar vegna og Faðirinn segir, hann er þjónn minn sem ég hef útvalið til þess að þið skyldu kannast við og trúa mér og skilja það að ég heiti ég einn. Ég er, eða á grískunni ego eimi, með íslenskum stöfum ego eimi. Og Guð segir soninn í Hebreabréfinu, þar segir Guð son sinn, ó Guð, aldir er hásæti þitt og sproti rétti sinnar er sproti ríkisins. Og Faðirinn segir einnig Jesús í 10. versi í 1. kafla Hebreabréfs, og þú Drottinn, og hér er verið að þýða orðið Jave á íslensku eða Kyrios á grísku. Þú Drottinn hefur í upphafi grundvallað jörðin okkar og himnarnir eru verk handa þinna. Þannig að Faðirinn viðurkennir fyllilega guðdóm Jesú Krist. Og þá ætlum við að líta á nokkuð vers og förum kannski örlítið hraðar yfir. En þegar Jesús hafði rætt við konuna við brunninn, Jakobs brunn, þið munið eftir sögunni, að Jesús var þreyttur og hafði sest niður og var þyrstur þegar konan kemur að brunninum og hann biður hana að gefa sér að drekka og síðan fara þau að ræða ágreiningsmál samverja og gyðinga og hún vildi meina það að Messías myndi koma til þeirra. En þá er það Jesús segir við hann, eða ef við lesum fyrst, konan segir við hann, ég veit að Messías kemur, það er Kristur.
þegar hann kemur, mun hann kunngjöra oss allt. Og þá segir Jesús við hana, sá sem er að tala við þig, kona, er sjálfur Jahve, Jehóva. Hann segir beinum orðum við konuna, ég er Gamla testamentis Jehóva eða Jahve. Flestir í dag vilja bera fram sem Jahve, en sumir bera orðið fram sem Jehóva, þetta er sama orðið. Og þú sér hérna að í grískunni þá er þetta hérna, ego eimi. Tala, þetta er orðið að tala og orðið þig. Jesús segir sem sagt við konuna, ég er Jahve, ég er Jehóva sem er að tala við þig. Og ég býst við að hún hafi orðið undrandi að Guð, aðal Guð, ég meina nú ekki eins og ég segi það, en að Guð Gamla testamentisins skuli vera að tala við hana. Og þá koma hérna nokkrar yfirlýsingar. Ég er brauð lífsins, ego eimi ho artos. Og þetta er mjög áberandi fyrir Jóhannesar guðspjall. Mér langar til þess að skjóta því inn hér að þá var löngu búið að skrifa guðspjöll Mattheusar, Markusar og Lúkasar og þeir fjölluðu eiginlega ekkert guðdóm Jesú Krists. Þá er það að Guð opinberar fyrir Jóhannesi, guðspjall hans, og hann er beðinn að skrifa guðdóm Jesú Krists. Og hann gerir það. Og ég er ljós heimsins, og þessi orð þarna ég er, merkja alltaf Jahve eða Jehóva. Ég er sá sem ég er, þetta er orðin sem að Jesú notaði þegar að Móses sá runnan loga en brenna ekki. Og hér kemur Jesús með rosalega sterka yfirlýsingu gagnvart fariseuunum. Þeir eru að ræða við hann og reyna að finna sök hjá honum. Og þá segir Jesú undir lok samræðnanna, áður en Abraham var til, var Jahve til. Og þó ég hafi ekki tekið textan með, að þá urðu þeir svo reiðir gyðingarnir að þeir ákvaða að grýta hann. Því að hvernig gat sonur Jósefs og sonur Maríu haldið því fram að hann væri Jahve eða Jehóva. En þetta er Jesús sjálfur sem segir þetta sig. Og enn hérna eitt í viðbót, ég er ljós heimsins. Jesús segir, sannlega, sannlega segi yður, ég er dyr sauðanna. Ég er góði hirðirinn, og aftur í 14. versi, ég er góði hirðirinn. Og ég er upprisan og lífið, ég er ljós í heiminn komið, og hérna er hann að segja þetta við lærisveinana við kvöldmáltíðaborðið.
Og hann segir við þá, ég ætla að segja ykkur þetta áður en það verður, svo að þið trúið þegar það er orðið að ég er, sá sem ég er, að ég er Jahve, ég er Jehóva. Og ég er hinn sanni vínviður og þegar að þeir komu í Getsemani til þess að taka Jesú fastan og Júdas er með honum, þá segir Jesú enn einu sinni, ég er. Og þegar Jesú segir í síðara sinni, ég er, þá hopaði skríllinn á hæl og féll til jarðar. Og eitt af því sem að Jesús þráir meir en nokkuð annað, það að við tökum heilaga þrenningu okkur til fyrirmyndar af því að þeir þrír eru eitt. Það að segja, þeir rífast aldrei, þeir eru aldrei ósammála, þeir deila aldrei á hvern annan, þeir eru eitt í hugsun, eitt í kærleika, eitt í áformum, eitt í tilfinningu. Og við vitum það að þegar lærisveinarnir komu saman í loftsalnum í sambandi við kvöldmáltíðina, þá rifust þeir heiftarlega hver þeirra væri mestur. En þegar andinn kom yfir þá á hvítasunnudeginum, þá voru þeir hættir að rífast. Vegna þess að andi Guðs bjó hið innra með þeim og hafði fyllt hjörtu þeirra kærleika. Og enginn þeirra þóttist vera meira en hinn. Þeir voru allir jafnir, eitt í hugsun, eitt í kærleika, eitt í skipulagi, eitt í áformum. Og það sama sagt frumsöfnuðinn. Þeir voru einn hugur og einn sál. Og þetta það sem að Jesú dreymir að við mennirnir getum verið. Og hér síðasta versið í dag. Ég bið ekki einungis fyrir þessum heldur og fyrir þeim sem á mig trúa, fyrir orð þeirra lærisveinanna, að allir séu þeir eitt eins og þú, Faðir, ert í mér og ég í þér, svo séu þeir einnig í okkur. Til þess að heimurinn trúi að þú hafi sendt mig. Og ég hef gefið þeim þá dýr sem þú gafst mér, svo að þeir séu eitt eins og við erum eitt. Ég í þeim, þú í mér, svo að þeir verði fullkomlega eitt. Til þess að heimurinn viti að þú hefur sendt mig og að þú hefur elskað þá eins og þú hefur elskað mig. Vinir, orðið eitt merkir ekkert annað í Biblíunni en að Faðirinn, Sonurinn og Heilagur Andi séu kærleikur og þeir geta ekki hugsað sér neitt meira en að við getum endurvarpað þessum sama kærleika til hvers annars. Amen.